Býð ykkur velkomin á þennan 20. fund á Teams hjá Játgerði. Við langar nú bara til þess að byrja á því fyrsta máli að það var stórt skref stigið hjá bæjarstjórn Grindavíkur á fimmtudaginn, þar sem auglýst er ákveðið að auglýsa eftir skólastjóra í leik- og grunnskóla. Gríðarlega mikilvægt og stórt skref finnst okkur. Og þetta er náttúrulega fyrsta alvöru stóra skrefið í átt til hins betra í uppbyggingun okkar. Eruð þið ekki sammála því öll sömul? Vill einhver taka til máls varðandi það? Heyrið ekki örugglega í mér? Jú, heyrið í mér, ég nefnilega í bíl, Já, Ásrún kannski? Ég ætla bara að taka undir þetta, ég bara mjög mikilvægt og mikilvægt skref í átt að, frekari endurreisn og Já. það er alltaf bara ánægjulegt að heyra í fólki, öllum þeim sem maður hittir, hvað eru ánægðir með þetta. Já, heldur betur og bara, þetta er risastórt skref að hafa tekið þessa ákvörðun. Finnst mér og þeim sem í kringum mig allavega og ég hef heyrt í. Já, ég held að sé líka bara mikilvægt að við vinnum núna bara ötulega að þessu og líka varðandi öryggismál og þetta þar. Heldur betur. Ómar Davíð, gjörðu svo vel. Já, við lótum að fagna þessu, þetta er mikilvægt skref, en ég heyri aðeins á bæjarbúum og þeir eru aðeins tvístígandi yfir þessari bókum frá bæjarstjórn að við ætlum bara að halda eða opna leikskóla með möguleika á einhverju yngri deild í grunnskóla. Verður engin efri deild eða eldri deild? Hvernig verður því háttað? Ásrún. Ég get kannski bara svara þessu. Við sjáum, þetta rauninni það sem er ákveðið en svo ætlum við að eiga samtal við foreldra fljótlega og það þarf að vera. Við bara skoðum eftirspurn og hvernig staðan liggur. En ég held að ég hef einmitt heyrt þetta Ómar Davíð að ykkur sem voru bara búin að taka ákvörðun að flytja tilbaka að þeir hafi áhyggjur af þessu. En þetta er bara, þetta er opið. Þetta er kannski ákvörðun sem getur verið farið í endurskoðun þegar nær dregur og málin eru komin betur í ljós. Já, við þurfum bara að skoða líka í sambandi við náttúrulega fasteignamál og öryggismál og svo eftirspurn. Heldur betur. Þannig að ég held að fólk þurfi ekkert að vera alveg ómögulegt yfir þessu, sko, alls ekki. Nei? Ég held að sko að svolítið atriði þetta er eitt af svona mál, þetta er bara dæmigert það að þess fyrir sem við höldum einhvern svona stóran fund, þar sem fólk getur spurt svona spurninga, það er hrannast upp á öllum köntum og ég veit að það er unnið að því að fólk hlistir í það geta komið og spurt svona hluti og oft eru menn að búa sér til vandamál sem ekki til staðar. Já, ég kannski að grípa þetta. Við erum bara að skoða það og það er alveg vilji okkar að halda fund með foreldrum og eiga þetta samtal. Ekki spurning. Já, ég hugsa að Pétur hafi nú kannski verið að vísa í þennan fund sem allir eru kallaðir að borðinu, bæði Þórkatla og hagaðilar og bæjarstjórn og þannig að við svona aðeins að leggja spilin á borði hvar málin væru stödd. Er það ekki rétt skilja með Pétur? Jú, en sjálfsögðu bara að funda foreldrum og þess oftar sem að funda í litlum. Að það er einmitt þetta að einhver býr sér til vandamál sem ekki sko, þá að því að orðalagi með einhverjum hætti. Nú er akkúrat tíminn kominn sem menn þarf að hafa upplýsingaflæðið alveg rétt og ört. Já. Í framhaldi af þessum máli þá áttu við hjá Játgerði fund með stjórn og framkvæmdastjóra Þórkötlu í síðustu viku. Þetta var bara fínn fundur þar sem að við ræddum svona málin bara almennt út frá sjónarhóli íbúa
og fyrrum eiganda og mér fannst þetta bara hreinskiptinn og góður fundur og málefnalegur og ég vona að Örn taki undir það með mér og vonandi bara kemur svona einhverjar fíniseringar út frá þessum fundahöldum. Hvað segir það, Örn Viðar? Jú, ég tek undir það. Þetta var bara góður fundur og góð umræða og eins og ég hef nefnt hér áður og kom fram á fundi okkar, þá erum við að vinna í þessum málum og svona vonast til að það færist svona botn í nálgunina núna á næstu vikum svona í mars og við hægt að kynna þessa niðurstöðu eða svona áætlanir okkar í byrjun apríl. Það svona ramminn sem við erum að vinna með. Allavega fenguð þið svona frá okkur svona alls konar sjónarmið sem við erum búin að móttaka þannig að þið hafið eitthvað til þess að vinna með. Alveg klárt og við gerum okkur alveg grein fyrir þessari stöðu með skólahald og spurningar húsnæðismál þannig að við gerum okkur alveg grein fyrir urgencyinu í málinu og erum að reyna að vinna þetta eins hratt og hægt er. Ómar Davíð, gjörðu svo vel. Já, mig langar að spyrja Örn Viðar, þetta sem að þið eruð að vinna að núna, krefst þetta ekki einhverja lagabreytinga á þingi og annað sem að hugsanlega tefur okkur þá í framhaldinu eða hvernig er það? Það eru nokkrar svona útfærslur sem eru á teikniborðinu hjá okkur, ein þeirra gerir ekki kröfu það að sinni en þannig að við erum svona vonast til að eins og ég segi fá botn í það næstu vikum hvort að svo leið sé fær. Það er alltaf flóknara ef það kallar á lagabreytingar, það er og langt ferli. Þess vegna erum við að binda vonir við að komast hjá því í fyrstu atrennu. Svo langar mig til þess að fara út í aðra sálma, það náttúrulega snýr að öryggisþættinum okkar. Sigurður Karlsson, það er náttúrulega markvisst verið að vinna að viðgerðum í bænum og loka þessum stóru sprungum sem eru með girðingum allt í kring. Þannig að það kannski að þú segir okkur aðeins frá því verkefni. Hvað segir Siggi? Heyrirðu eitthvað í okkur? Það er náttúrulega, það kemur fram á heimasíðu bæjarins að það er unnið markvisst að viðgerðum. Það er hjá Hópskóla, það er hjá Landsbankanum og hjá Íþróttahúsinu. Og svo eru þeir að benda á að eigendur altjónaðra húsa sem óska eftir frekari upplýsingum niðurrifið snúi sér þá til Sigurðar Karlssonar í áhaldahúsinu til þess að fá meiri upplýsingar varðandi þeirra hús sem eru altjónuð. Þannig að ég kem því þessu bara á framfæri en ég vonaðist til þess að hann væri hérna með okkur hann er hérna með okkur á fundum en ekki heyrist í honum allavega. Svo var haft, hvað segir Siggi? Ertu þarna? Nei, hann kemur ekki inn. Svo fékk ég áhugavert símtal í gærkvöldi. Það voru tveir aðilar sem voru á leið til vinnu vestur á Reykjanes og þurftu að keyra Nesveginn helgina og hann var nánast ófær. Og þær hringdu til Vegagerðarinnar og óskuðu svara af hverju væri ekki búið að ryðja. Og þá sögðu þeir að þetta væri ekki álitið lengur sem raunverulega flóttaleið fyrir Grindvíkinga og nú væri bara Grindavíkurbær sem gæti svarað fyrir þetta ef frekari upplýsingar væri óskað. Hvað segir þú þetta, Hjalli? Þetta er ekki breyttar forsendur hjá bænum að fara að sjá einhverja ruðninga á þjóðbrautum og stofnbrautum.
Nei, það þó alveg nýtt verkefni okkur ef við eigum að sjá að halda vegum opnum. Ég hef ekki heyrt af þessu. Nei. En það má svo sem kanna þetta mál en þetta Vegagerðin hún veghaldari og hún sér þessi mál. Við eigum það sem innanbæjar og því hefur verið sinnt núna helgina og bara menn stóðu sér vel í því. En það má svo sem kanna þetta því að ég veit ekki hvernig þjónusta oft í viku vegurinn. En það eitthvað á plönunum hjá Vegagerðinni, þeir gefa það út. Ég sá að þeir voru að ryðja Suðurstrandarveginn, þeir hugsuðu vel hann og Grindavíkurveginn. En ég veit ekki með þetta dæmi með Nesveginn, en það má svo sem skoða það, en Vegagerðin, hún sér það. Guðbjörg, ég með orðið, mér langar bara að minna ykkur á að þið voruð að tala fund. Okkur barst áskorun bæjarstjórn og það bæjarráðsfundur á morgun. Við tökum það mál inn af því að við ætlum að skoða að finna dagsetningu og annað. Þannig að bærinn annist það. Við vorum búin að ræða saman ég og Ásrún og fleiri. Þannig að við tökum það auðvitað dagskrár á morgun og ræðum tímasetningu á þessu fundi sem að þið senduð á okkur. Ykkur upplýsinga. Ok, flottir, takk fyrir það. Einar, þú hefur kannski einhverja meira upplýsingar varðandi Vegagerðina og ruðning. Já, ekki það. Ég ætla nú ekki að vera talsmaður Vegagerðina, en það hefur engin breyting orðið því að Nesvegurinn sama flottulega hefur hingað til og verður það áfram. Ég hélt það. Ég átti nú samband við stjórnendur Vegagerðina helgina og vegurinn var svo ruddur eftir ábendingar, en ég held að hann hef bara verið þannig að þeir áttu bara ekki með fleiri tæki til þess að moka nú tímalega. Það voru bilanir og vesinn. Þannig að hann allavega ruddur helgina og ég hittaði í morgun valnum frá Vegagerðinni og fór með þetta og þeir reynir sitt besta. Já, flott að vita. Þetta allavega var sagt í þjónustusímanum hjá þeim þegar var hringt í Vegagerðina. Að þetta væri ekki skilgreint lengur sem flóttaleið fyrir Grindvíkinga. Síðan ætla ég nú að minnast á eftir þetta stóra skref hjá bæjarstjórn að auglýsa eftir skólastjóra, þá ákváðum við í Játgerði að henda upp vinnustofu núna á fimmtudaginn, þar sem við ætlum að taka fyrir æskulýðsmál og skólamál. Þannig að hvernig fólk sér það fyrir sér, íbúar, hvað þeir myndu vilja sjá, þannig að það verður spennandi að sjá hvað kemur út því. Og það verður Bryndís Gunnlaugsdóttir sem stjórnar því og hún Rán Flýgaring kemur og teiknar eins og gerði á síðasta fundi hjá okkur. Það var mjög skemmtilegt að fara í þá vinnu. Eitthvað fleira sem að vill Skarphéðinn, eitthvað að frétta af Grindavíkur nefnd? Nei, ekkert nema bara við höldum áfram að vinna í okkar verkefnum og í endurreisnar rammaáætluninni og í samstarfi við Alþjóðabankann. Við gerum ráð fyrir að Alþjóðabankinn komi hingað til yfirferðar með okkur í næstu viku. Og allt gengur þetta eins og ég hef upplýst áður að skila næstu mánaðamót. Þannig að það er alltaf skriði. Já, alltaf plani. Ætlar Alþjóðabankinn að hitta einhvern hér innan bæjar í Grindavík? Það eru einhverjir fundir fyrirhugaðir en þau nú búin að vera að eiga tímsfundi með einhverjum aðilum, einhverjum stofnunum. Þetta verður nú bara mikið yfirferð á málum með okkur. En ég held að sé nú hvernig Grindavíkur inn í þessu. Það verður spennandi að heyra hvað Þetta er dagskráður sem eins og blikur ekki fyrir þetta. Ég held að svona flesti fundirnir og undirbúningsfundirnir hafi átt sér stað á Teams á undanförnum vikum.
Skarphéðinn, takk fyrir það. Er einhver, það er hugur í fólki, Pétur, þarna saman í sókn. Já, ég ætla einmitt að koma inn á það. Það er þetta verkefni saman í sókn sem að vissi nú lengi hvað menn voru að fara úti þegar að sérstaklega kom nú frá Keflavík, sko. Við settum flest í brýrna með það. En ég hef setið þetta svona og skrópað af til en margir hefur setið þetta og verið fínustu fundir og í rauninni held ég nú að komið meira út úr því heldur en við áttum von á. Bláalónið var mjög virti í starfinu og fréttin er svo núna að síðasta vinnufundurinn var í síðustu viku og það er komið fjármagn til að halda þessu áfram og þetta er á þessum hugmyndavinnu leveli og hérna það sem að við stóðum upp með að menn þar komnir bara á þann stað að nú er eiginlega all hugmyndavinnan, hún liggur nánast bara, sko, við förum ekkert lengra í hugmyndavinnu, þurfum að fara að framkvæma. Það er komið auka fjármagn til þess að stýra því og við stóðum upp með það að fara að stofna bara félag og ráða þá mann. Ég orðaði þannig við þurftum að finna nýjan tóma í festi. Og svo eru fleiri svona hópar í vinnu, svona hugmyndahópar í vinnu hér á þar bæinn og ég sendi nú póst á nokkra sem hafa verið í þessu svona öðrum hópum að ég held að tækifæri núna sé að nota þetta fjármagn sem að kemur þá í gegnum Sambandssveitarfélag Suðurnesja inn í þessa vinnu til að stilla alla saman sem í einhverjum svona hópum, allir eru nú snúast nú á sama marki að búa til einhvern góðan fund með öllum, finna þessa hópa, litlir og stóri hópar og þetta lítur að þessu að stilla saman fyrirtækin og byggja upp menninguna og allur pakkin sem að þannig að ég býð mig bara til að fá svona síðustu skýrsluna frá þessu en þetta kannski, ég held þetta kannski skila aðeins meira en maður átti von á í byrjun, það var kannski ekki mikla væntingar í þetta en þetta var vel gert og í þessum sama anda og Játgerður að vinna sína vinnu. En verkefni núna að stilla alla þessa hópa, finna þá og koma þeim allir undir sömu reglífuna og nota þetta fjármagn sem komið í gegnum þetta sambandssveitarfélaganna til þess að menn geti að það sé allir undir þeirri reglífu og þannig að það er alveg smá ástæða til að hafa pínandi bjartsýnn á að það skili einhverju. Já, ég heyrði af einum hópi til dæmis sem að hittist í síðustu viku þar sem að verið svona að kanna hvaða viðburði hægt að hafa hérna í sumar. Mér fannst það bara mjög spennandi það sem ég heyrði af því. Dagmar held ég hafi verið á þeim fundi ef ég man rétt. Hún getur kannski aðeins svona svala forvitn okkar. Hæ, ég hérna bara á Geysi. Ok. En já. Þetta var mjög áhugavert. Hann Sibbi og Magnús báðu okkur að koma, voru nokkur og við vorum bara svona aðeins að pæla í hvað væri hægt að gera til þess að búa til viðburði, hvað þyrfti til þess og hvernig gætum við unnið saman að því að vera ekki kannski með viðburð á sama tíma og annað, hvenær væri best að hafa þetta og langar að pröfa eða hún Sibba og þeim langar að pröfa að hafa þetta í kannski mánuð. Í 3 mánuði eins og ég gert annars staðar á landinu og eins og Flateyri og við vorum bara svona dálítið að brainstorma saman og þetta er bara ótrúlega spennandi og margt sem við getum gert hver og ein og ef við tölum saman þá er líka meiri líkur á að það gerst eitthvað flott og stórt saman með þetta hérna Grindavík í sókn. Það er svo margt við getum byggt upp og tengt fyrirtækið saman og fólkið við að búa til eitthvað áhugavert. Þannig að ég er mjög spennt. Já, mér fannst þetta mjög spennandi allavega það sem ég heyrði af þessu, virkilega. En hérna, Sigurður Karlsson, þú ert komin inn og hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara að upplýsa hópinum það að við settum fréttin á Grindavík-vefsíðuna. Ég var einmitt að greina frá því, þannig að mér langaði til þess að fá smá útskýringu frá þér. Já, það snýst á því að við erum í sprunguvegagerðum og það er þessi samvinna Grindavíkurnemndar og vegagerðar ásamt Grindavíkurbæjar í þeim efnum þar sem við förum í útboð á hverri sprungu fyrir sig og nú er það ferli komið á fullt. Það var svolítið lengi í undirbúningi, alveg frá því í haust
Þannig að núna reiknum við með að geta komið þessum verkefnum svolítið vel af stað og það eru komnir 3 sprungur af stað í viðgerðum og fleiri á leiðinu og þannig við sjáum alveg fyrir okkur að geta unnið þetta svona nokkuð þétt fram eftir sumri. Tökum svo stöðuna þá, við erum svo sem alltaf í stöðu endurmati en allavega þangað til erum við bara nokkuð vel settir og samaskapi stendur Grindavíkurbær fyrir niðurrifsverkefni húsa fyrir húseigendur sem er náttúrulega hangir svolítið saman. Mikið af húsum eru á sprungum, eða flest öll altjónu húsin eru á sprungum sem þurfa að víkja til þess að geta laga sprungurnar og gert þá umhverfið öruggt. Og kannski aðalega að beina því til þeirra eigenda sem hafa ekki leitað til bæjarins og eru eigendur altjónshúsa að hafa samband við okkur og reyna að finna lausn á þessum málum af því að staðan er þannig að eigendur húsana, altjónshúsana, eru ábyrgir fyrir niðurrifinu. Húsin eru ekki rifin nema með þeirra samþykki. En bærinn getur svo leitt það verkefni fyrir þá en því þarf að fylgja samþykki. Þannig að það væri gott að koma því áfram og svo kannski líka bara rétt fyrir þennan hóp og þeir sem hlusta að nú eru þessi fyrstu niðurrifsverkefni að detta á borðið og ég gerir ráð fyrir að fyrsta verkefni byrji bara í vikunni, þarna í Mánagerði og Mánagötu og koll af kolli verður þetta þannig að það verður niðurrif örugglega bara í hverri viku samfellt fram á sumar ef allt gengur upp. Þannig að það verður nóg að gera í þeim verkefnum sem er náttúrulega bara undanfari af sprunguviðgerðum. Þetta er náttúrulega súrsætt, menn er að missa húsin sín og sjá þau hverfa en þetta skapar önnur tækifæri samt sem áður líka. Það var nú mínir punktar í þessu. Já, takk fyrir það Siggi og þetta náttúrulega ekki gleyma því að þetta eykur öryggi, það er verið að loka hættu svæðum líka í leiðinni. Ein spurning hérna, Siggi. Já. Getum við fundið eitthvað annan nafn en niðurrifsverkefni? Já, þetta er undanfari uppbyggingu. Undanfari uppbyggingar. Undanfari uppbyggingar. Já. Já, minnst vel að það. Hvernig kom Siggi hérna eins og hérna, ég sé að þið eru alveg á fullu þarna hjá Hópskóla. Er sú sprunga öðruvísi heldur en svona við áætluðu eða kom ykkur eitthvað á óvart? Í rauninni ekki. Við náttúrulega getum ekkert áætlað sprungurnar fyrir að búið grafa í þær. Það er eiginlega fyrsta skrefið að opna niður til þess að sjá umfangið á þeim. Þannig að hún lítur bara þokkalega út þarna við Hópskóla. Þó hún sé djúp og breið í hópinu, þetta er sama sprungun og gengur svo undir viðbygginguna, þá í þarna móanum virðist hún ekki vera neitt eitthvað svakalega afgerandi. Þannig að verkefnið þannig sé einfalt, en þetta eru 2 sprungur þarna sem ganga í þær. Hún splittar sér í 2 akkurat í miðjum móanum. Þannig að verktakarnir eru búnir með, hvað sé þennan, sem maður myndi kalla beinakafla, móan sjálfan, og eru komnir núna í sitthvorn endan upp við Hópskóla. Og svo upp við Hópsbraut. Það liggja bara svo mikið af rafköflum að menn þurfa að fara gætilega og moka ofan þessu í róligheitum þegar tíðarfarið er rétt. Þannig að þetta er ennþá í gangi en þetta gengur hægar að menn velja sér verkefni eftir tíðarfarið. Þannig að þetta lítur ágætlega út þarna. Já, flott. Flottar upplýsingar. Takk fyrir þetta, Siggi. Hjalli, ég var nú er ég búin að gleyma hvað ég ætlaði að segja. Spyrja þig aðeins meira að segja. Svei mér þá. Kannski bara meðan þú rifjar hérna upp, heyrir í mér hérna? Já, gerðu svo vel, Palli. En bara svona til upplýsingar, þá var Brimfaxi með vel hefna móti í Reiðhöllinum helgina. Þannig að það var svona mótaröðin byrjuð hjá Brimfaxa og bara mjög vel sótt. Fullt af krökkum og ungu fólki. Þannig að það var gaman að ég bjóst ekki við að það yrði svona vel sótt en það var fullt af fólki og hrossum. Og bara hugur í fólki. Já, flott að heyra. Hvað hérna, eru þið með eitthvað plan fyrir sumarið? Ég held að sé nú ekki komið eitthvað plan, það er náttúrulega hestaferð, álega hestaferð í sumar eins og undanfarið sumur. Já. En annars er það svona þessi mótaröð í vetur.
Þannig að ég nú ekki alveg klára hvað búið að skipuleggja meira. Þannig að það hugur í hestamönnum. Ætlar einhver að vera með reiðnámskeið eða eitthvað slíkt fyrir ungmenni? Eitthvað svoleiðis komið upp á borði hjá okkur? Ég bara ekki klára á því, sko. Ef einhverju krakka verða þarna, já, það geti alveg verið. Ég bara ekki, þekki það ekki, sko. Nei. Það allavega held ég ekki búið að ákveða, sko. Þannig að það væri gaman ef það yrði. Heldur betur. Þetta var nú yfirleitt vel sótt hjá ykkur. Já. Þetta var svona, samningur við bæinn var á þá leið, þannig að ég ekki alveg kunnugt hvernig staðan er á því. Það er aðeins í sumari, þannig að það er tími til stefnu. Já. Heldur betur. Takk Páli Jói fyrir þetta. Hjalli, mér langar aðeins salthúsið. Hefur bærinn tekið einhverja ákvörðun varðandi það? Það heyrist ekki í þér? Svona? Nei, það hefur ekki verið tekin ákvörðun það af eða á. Það hefði nú kannski verið rétt ef að Siggi þarna ennþá, hvort það sé eitthvað frekar að frétta af því. Hann væri með einhverja upplýsingar það, en það er ekki búið að taka neina ákvörðun með framhaldi á því verkefni. Nei. Eru þá velta fyrir hvort að bærinn kaupi það eða hvort að bærinn ætla að varðveita það? Já, eiginlega bæði, hangir þetta ekki svolítið saman? Og bærinn hefur svo sem verið að ræða það að kaupa þetta og ég held að það sé nú bara í vinnslu, þetta bæjarstjóri sé bara að vinna í því. Með því að varðveita það hins vegar annað mál. Við viljum, allan eins og við höfum skoðað þetta, að bærinn eignist þetta til þess að geta tekið ákvörðun í framtíðinni. Húsið stendur á Stampólskjánu og þessi gjá er djúp og breið akkurat það sem það stendur. Þannig að verkefnið að varðveita það gæti verið flókið, en hins vegar er það miklu flóknar ef einhver annar er að eiga það. Þannig að fyrsta skref er að eignast það og taka svo mið af aðstæðum þegar það kemur. Það liggur ekkert á það að rífa það eins og það er í dag. Það er hægt að vinna sprungurnar beggja megin frá. Þannig að við gefum okkur þennan gálgafrest með það. Mér langaði líka að upplýsa ykkur annað. Ég hef verið að heyra umtalum sprungukönnun eða í varðandi áhættumatið á sprungum. Að það hafi verið síðast gert 18. júlí. Fyrir því liggur alveg greinagóð skýring. Það er þannig að sprungur í Grindavík hafa ekki verið að hreyfast nema í undanfari eða kjölfarið á atburðum. Síðast var atburð 16. júlí. Þá eru gerðar mælingar 18. sem liggja svo til grundvallar. Eftir það hafa ekkert sprungur hreyfst, þannig að það hafa ekkert breyst. Það hafa ekki versnað og hafa ekki verið betri. Það er skýringin á þessu. Já, flott það er gott að fá skýringuna. Við Pétur erum búin að kalla eftir þessu á margum fundum. Takk fyrir þetta, Siggi. Einhver sem að vill og með einhverju áframfæri svona í lokin? Ég skal kannski teka undir með Pétri að þetta saman í sókn tókst vel, fannst mér það verkefni og kannski bara fá fleiri að því í framhaldinu. Eins og hann nefndi þá er ákveða framhaldið og svo kannski taka áfram þó ég vinni ekki á vegagerðinni að Nesvegurinn er sko í flokki 3 meðan að Suðurstrandarvegur frá Krýsuvík er í flokki 2 og Reykjanesbrautin gengur alltaf fyrir, þannig að þegar Reykjanesbrautin er góð og þeir hafa tæki og mannskap þá fara þeir á Suðurstrandarveginn og Nesvegurinn svo þar á eftir. Það er sérlega skýringin á þessu. Já, sennilega. Svo náttúrulega kemur þetta akkurat þarna á föstudaginn þessi ofankoma og þá hafa þeir lokið væntanlega þjónustunni yfir vikuna. Já, það er samt sagt að þeir veita þjónustum helgar sko, bara að minna á Nesveginum með styttri tíma en það er væntanlega verið bara öll tækja á Reykjanesbrautinni og svo ekki. Já, svo einhverja bilanir og flera. Flottir, ámitt, takk fyrir þetta. Heyrið mér Guðbjörg? Já, heyrið þér. Heyrðu, ég ætla bara að spyrja þegar ég segja
sprungurnar hafi ekki reist frá 18. júlí, hvernig vita það? Já, það er stórt spurt. Og ég skal svara þessu. Það eru jarðfræðingar hérna á svæðinu daglega og þeir fara og skoða sprungurnar samhliða sprunguviðgerðum. Þess vegna vita menn að þetta hefur ekki breyst. Menn eru líka búin að skoða þetta frá upphæð, gera samanburðarmælingar. Niðurstöðurnar eru allavega þá vega að breytingarnar eru í kjölfari og í atburðum. Þess vegna vita menn þetta. Sko, við vissum að það væri menn innan bæjar sem skoðar. Það sem gagnrýnin hefur verið það að það er ekki sá sem ætlar að kanna ástand sprungna í Grindavík. Hann sér það hvorki á hættumati Veðurstofu né áhættumati öruggar. Og ef það er ekki nú að við vitum það þarf að koma svo framfæri hvernig sprungum er fylgt eftir. Því að það er það sem ræða fólk. Það þarf að koma á framfæri að með reglum hætti séu þessar sprungur kannar og skoðaðir og þær hafi ekki hreyfst. Það snýst þessi gagnrýni. Þú vilt auka tíminn til þess að auka áreiðanleikann. Tala það. Ég er bara upplýsingar til fólk sem að fara að ákveða það hvort þeir koma til Grindavíkur og það sem er mesta hættan og hræðsla allra er að séu sprungur. Við vitum það sem erum að það er ekkert að hreyfa sprungur. En við ætlum ekki bara ábyrgð á því. Það þarf með opinberum hætti að gefa það út að sé ekki sprungur og það er hvergi komið fram með opinberum hætti. Ekki svo ég viti, sko. Það held ég sjálfur rétt hjá þér. Þetta verður stóra málið í sumar að láta fólk, hvernig ef við getum sagt að það hafa ekkert hreyfst frá því miðju árið 25 og það er fylgst með þeim reglulega, þá eru það upplýsingar sem almennir Grindvíkingar sem ekki eru alla daga í Grindavík hafa ekki fengið hingað til. Já, þetta liggur ekkert á lausu þessar upplýsingar, það sé bara engar sprungur sem þurfa að varast án þess að það séu afgirtar. Og þetta er einmitt ástæðan fyrir því að stór hópur manna vill að þessi mál áhættumati sé framsett af Grindvíkingum eða hverjum þeim sem er í Grindavík reglulega, hvort sem að vinna við sprungumyndanir eða hvað. Þetta er raun í kjarni málsins sem við erum alltaf að benda á að þeir sem er á vettvangi að þeir séu með þessar upplýsingar á hreinu og geti gefið þær upp. Já, þetta er það sem við erum búin að vera að tala fund eftir fund. Það er nú bara málið. En ef það er ekkert fleira þá segi ég bara þakka ykkur kærlega fyrir, fína fund og honum verður streymt á Víkurfréttum eins og vanalega og bara þakka ykkur fyrir og verið sæl.